og ef að gerast nefnilega mistök og það er búið að vera að gerast, ég vil þau. Hann kannski, það er batteri búið og kemur að framfyrir, dóttir mér hringir að því að gleymd að slökkva símann, gleymdi ég nokkuð núna? Það var orðið svo. Þannig að, já, let's go. Let's do it. Já, elskan mín. Jæja, nú erum við byrjuð á hvað ert að spá og þá fæ ég hérna vini mína því að ég ætla fyrst að taka vini mína sem hálf þjóðin. Já. Er það ekki? Jú. Ég meina, ekki allir vinir? Þetta verður Never Ending Podcast. And I want just to say something too. Ég er búin að syngja með Heru núna. Ekki beint í beinni, en það er að koma. Heyrðu, var þetta ekki byrjað? Jú, þetta er byrjað. Já, þetta er byrjað. Þú vildi bara eitthvað koma nálægt Heru núna, sko. Við viljum sjá fólkið að baka. Ertu fyrir konur sem er aðeins eldri en þú? Já, ég meina, þú veist, ég meina, Opið fyrir öllu. Já. Það er ekki opinberlegt. Gerum það ekki opinbert? Það er núna. Já, þú þekkir alla þjóðina, skan. Þú ert eftir marga henni stólinn heldur. Ég þekki alla þjóðina, en ég veit ekkert hver hún er. Nei. Skilurðu að því að það er bara fáir sem ég þekki í útliti. Þá þarf það að vera mjög sérstakar í útliti að ég mun eftir þér. Já, ég skilur. En hvernig ert þú með þetta? Ert þú mannglögg? Nei, alls ekki. Nei. Sko, ég man andlit, ég man ef ég hef hitt þig. Já. En ég man ekkert hvar eða hvenar eða hversena eða hvað þú heitir, sko. Hefur lendið í með kærasta að þú manst ekki eftir þeim? Já. Ég líka, það er ríkalegt. Það er svolítið skemmtileg reynsla. Maður svona, og svo verður maður rosa hress og svo allt í henni fattar maður og maður sér að hann vissi það einhvern veginn allan tíman en sér mig fatta það. Jesús Kristur, af því þú ert líka svo mikið leikar í andlitinu. Ég er mjög léleg að fela, þú veist, hérna, hvað ég er að hugsa. Já. Þá verður ég svona reiði framan. Já. Ég er ekki að hugsa neitt. Ég líka. Ég veit það. Það er ekki út af neinu sem það er endilega verið að hérna, líka okkur saman. Já, ef ég hefði alveg upp hjá mömmuðinni þá er ég líklega sungið. Já, alveg pottþétt. Alltaf eins og, hún er yndisleg. Já, hún er það. Algjörlega dásamlega. En það syngjum við öll systkinin, sko. Já. Það er bara ég sem er borgað fyrir það. Einmitt. Það er nú kannski, jú, mamma þinn fær eitthvað borgað. Já, mamma, en ég meina við systkinin, sko. Já, við systkinin, já. Já. Það syngja allir sinn söng, sko. Það er svoleiðis. En ég er búin að elska þig, við erum búin að þekkjast lengi alveg. Vá, hvað erum búin að þekkjast lengi? Við erum búin að þekkjast, já, heyrðu, við erum búin að þekkjast. Við erum alltaf kynntumst af því að einhver hélt að ég væri þú, eða þú væri ég. Já. Manstu, þú gafst mér og hittir mig í Hagkaup og komst til mín og gafst mér spil eða eitthvað og þakkaði mér fyrir að redda þér giggi eða eitthvað, þá var eitthvað tíma hlutíði til að bóka þig eitthvað og allir bara eitthvað, þannig kynntist við og síðan fór ég með þig til útlanda. Já. Bara strax, þú sagði við mig, ég held að hafi verið í Hagkaup líka. Já. Heyrðu, ég er fallið útlanda, þú átt að koma með og ég er náttúrulega bara, já, auðvitað. Ég á að gera það og hlýddi bara. Heyrðu, það er flug á veggjarn, heyrðu inni. Já. Elskar ekki svona? Jú, það er gamla góða orðatiltækið að vera flug á vegg. Já. Hún er mætt. Hún er mætt, sko, hvað? Já, hún er mætt. En já, þannig að við kynntumst þá, við hittumst þá. Já. Og síðan kynntust við, held ég, for reals, þegar við fórum hana í þessa brjáluðu ferð til Florida. Til Florida. Var Anna saumakona með okkur þá? Nei, ekki svo sem að náðu sér í skútusiglingamannin. Já, byttu nú við, vá. Já, ég veit. Þú manst hvað ég er. Já, en það er verra að ég er svona líka. Já, nei, þá skulum við ekki hringi hver aðra til að spyrja hver er hvað og hversu og eitthvað svona. Nei. Ég man það ekki. Ég man að þetta var bara hópur af snillingum og þetta var reikalega gaman og þetta var æðislegt, sko. Ég ætla bara að standa upp og hleypa þessir flug út. Æi. Af því það eru tvær. Það eru tvær, já. Það er að reyna við hvora aðra. Þess vegna er... Af því við getum lent í því, sko, þetta væri á forsíðunni, það væri eitthvað kynlíf hér í beinni. Já, flugu svoleiðis. Fiskan, út, sjú, já, go, have fun. Hanna. Ég drap, sko, 1 milljón af, hvað heitir þetta, lúsmi. Já. Aðendir og spritti og það eru alltaf dauða druknar fyrst, sko. Sá það ekki, alveg.
Lavendur og spritti? Lavendur, drepur þar út af einhverju eða allavega þar vil ekki vera og spritti, þar verða fullar eins og skot já, og ég skil, þá getur ekki stungið mann og þá... Gott að vita. Já. Ok. Já, en eins og segja, ég man ekki hvað árið þetta var, Nei, við nefnum því ekki. Ég man allavega. Ég segi alltaf 20 ár bara. Gott ef ég keypti ekki fyrsta iPhone-in, first generation, í þessari ferð, með ykkur, út í Bandaríkjunum. Right. Þannig að við erum að tala svona 2006. 2006? 5, 6, já, svona 20 ár síðan. En ertu iPhone kona? Ég hef verið það síðan. Já, þú ert þess að mjög trygglynd því svona, já, þetta er svona eins og ég segi, þetta er svona slagsmál, sko. Já, ég er græjufíkill. Já. Það er svolítið. Og ég elska allt sem að virkar. Já. Og fyrir mig bara, ég var búin að eiga fullt af svona einhverjum PC-tölum sem var alltaf með einhverjum vírusum og vesenni. Svo kynntist ég þessu og þá bara er ég ekkert að skipta. Nei. Þetta er bara eins og, eftir að maður kynni sloggi, það er maður bara í sloggi. Er það? Er það ekki? Ég keypti mér alltaf þegar ég var að fara til útlanda þarna Victoria's Secret þarna upp á flugvilli. Já, þeir voru með nærbuksu þar. Já. Og ég get alveg sagt þér það, ég á einhverja 3 eftir af 300. 300, já. Ég fór til mis ekki það við þá búð, þannig að ég þekki það ekki, en ég á alveg haug á sloggi. Hefur ekkert verið í þveng? Nei. Út ekki þessi sem vil hafa svona alveg skorð upp í rassinu. Nei, alveg ofsalega óþægilegt. Bara því að ég get ekki haldið aftar á mér til að sækja kvikindið þegar það fer upp. Já. Hvar sem ég er. Já. Alveg sama. Ég bara frá kafi það að sækja drallið og koma því á réttan stað. Og það er bara ekki viðeigandi stundum þar sem ég stend eitthvað stára over og gorgeous. Já. Allt er ég bara komin upp í endaþarminn á mér að sækja eitthvað. Þannig að nei. Já, ég er nefnilega því miður er ég líka svona. Og þú ert í kjólum alltaf. Já, ég meina, þú veist, ég bara vippaði mig upp og ég gera það einhvern veginn þannig, við þarfum að gera eitthvað. Ég sé það, nú þú segir það. Já, og þá líti ég kringum mig eins og ekkert sé að gerast, þá tekur enginn eftir það því ég er ekki skömmustur. En ég reyndar gera það sama þegar ég er í svona lifti og sleppibúnaði, þú veist, sem maður er oft í undir. Og þá á ég til að gera eitthvað svona, girða mig rosalega svona og maður minn bara, minn góður. Og allir salurinn, minn góður, en eitthvað þetta er töff. Þetta er það, stundum það býð ég bara leyfi, bara fyrirgefið þið mér, ég ætla aðeins að fá að girða mig. Mér finnst þetta töff. Þannig að það er miklu skemmtilega svona eðlilegt en allt svona uppstrílað. Þá er ég ekki að tala hatt og vera uppstrílaður. En girða mig er eitthvað sem tollir. En að sækja þennan þveng, þeir fara alltaf bara up where the pleasure is strax aftur og ég nefndi því ekki. Mér finnst sloggi fínt, ég vil hafa svona háar buxur og ég lét hanna svo mikið að leggings sem að voru alveg háar hingað. Já, ég man það. En það rúlla líka alltaf niður líka, svo maður er alltaf eitthvað. En hérna, já, nú er ég fann að gera það hinga og gera svona bönd. Já, ég veit það, þú ert svo úrræðagóð. Ég er svo úrræðagóð. En talandi græjur, ég reynir líka alltaf að kaupa með græjur eins og ég keypti 5 saumavélar. Já. Og gaf 4 og þegar ég keypti 5 þá sagði Pétur mér við mig, sonu minn, hann sagði viltu bara ekki gefa þessa strax og ég gerði það og síðan að því er alveg svona fyrir græjur eins og þú og það virka ekki hjá mér. Ég elska svona græjur. Nei, ég man alveg þú varst eitthvað til að kaupa græjur og alls konar eitthvað dúlleri og sína mér og ég var alveg en ég vissi samt strax, ég var hægt að segja það þá, ég vissi alveg að þú myndir ekki nota það og ekki ég heldur. Nei. En það er gott að dásta þeim, Ég get 300 straujótt, að mann stætti leiti í straujóttinu sem að þú veist, skilur þú kostaði eitthvað 70-80.000, skilur það var allt svona eitthvað samfast, strauði ekki eina skýrt á því. Nei. En ég á alls konar svona, líka svona tónlistargræju, og alls konar svona widgets, svona tæki og tól einmitt fyrir síman og eitthvað svona, eitthvað drasl og lítið ljós og eitthvað og risastór ljós og kerfi og mixera og drall og ég nota þetta ekkert mikið. Nei, þetta er yfir þetta á staðnum þar sem ég mæti já. En mér finnst bara gott að eiga þetta, gott að eiga vanta. Já, gott að eiga vanta á alla kanta. Ertu með brasilíst, með datta í hug út að kanta? Nei. Nei, ég er ekki með það. Nei. En það bara, maðurinn minn ekki frá Brasilíu? Nei, hann er ekki frá Brasilíu, kallinn. Nei, hann er bara frá Norðfirði. Hann er frá Norðfirði. Já. Og hann er bara sáttur við þetta. Já, það er þetta bara óeðlilegt að vera að slíta eitthvað sem að vex svona óhindrað. Eða ekki bara, geri hver vill, þú veist, bara. Þegar maður fyrir á 70-saldurinn þá dettur þetta af, þetta er bara svona automatist. Verður þetta automatist? Já.
Brazilian automatico. Automatico for Brazilian men only. Nei, ég segi svona. Ég var sko ég elskaði að því út svo hress og skemmtileg og að því út svo óhindruð og óhefluð og þorir öllu. Segir já, svona eins og fleiri vitleysingar skilurðu sem að laðast að þér. Mjög oft, já. Og svo hangir svo mikið með skemmtilegu fólki, svona þessu gay fólkin okkar. Já, það heldur mér svolítið bara geðelsunni minni réttum með línuna, sko. Er það ekki rétt? Jú, það er náttúrulega, ef maður horfir á heiminn og lífið og tilveruna, þá er náttúrulega fullt gott en rosa mikið vont líka og þá er bara betra að vera með góða fólki og hafa gaman og gleðjast og bulla og brussast og brasa. Þeir eru búin að fara í gegnum svo margt, þau eru búin að fara í gegnum svo margt, þetta er miklu skemmtilegra fólk, miklu meiri húmor í því. Já, það er bara húmor í því, það er svona ófeimni við að vera svona hreinn og beinn, já, það hafa ekki tíma fyrir bullshit. Mér finnst það, ég kann að meta það. Auðvitað eru svona óttaslegnir inn á milli. En þá er bara að rífa það lið með sér í gleðina, sko. Þú ert líka alltaf til í tuskið á no time, að gera eitthvað, fara eitthvað eins og þeir eru. Lifa miklu meira kannski núinu. Já, bara njóta meira. Þú veist, þetta er bara öðruvísi samfélagið, sko, róðurinn er bara erfiðari. Já. Þú veist, það er svolítið það er það ennþá en það var náttúrulega meira og er minna núna en það er samt ennþá. Já. Við finnum það erfitt. Nei, það er erfitt að elska mig. Guð mig góður, ég veit það. Blómi ekki. Við erum með svo blómi ekki en Ísland er þá allavega ágætt. Já, það er betra en margt annað, sko. En samt sem áður þá, veist, þú hefur ekkert annað til að bera við og veist ekkert hvernig útlöndin eru að þá er náttúrulega, veist, samt sem áður straumur á móti og þessi ótti við höfnun og ótti við bara fá ekki að tilheyra og eitthvað svona sem að ég tengi svo við þetta á einhverju tilvistarleveli. Ég held ég að við verið þarna einhver tíman og ég hef einhver tíman þurft að kljást við samfélagið. Já, það er líka svona fólk sem tekur á eftir eins og þú. Það hlýtur að fá óttaköst. Já, ég minnist þess ekki. Nei, kannski ert þú alltaf að þora að taka á eittur að því þú minnist þess ekki, að því þú dof gleymin til að muna þegar þú fyrir sjokk yfir því að ég bara dvel ekki í því, veistu, auðvitað þú dvelur ekki í því, þetta er nú ásala gott fyrir okkur að vita. Þá kannski bara, ég sef það úr mér. Þú sefur það úr þér, sefurðu mikið? Ekki núna, nei, ég þarf að sofa meira, ég er að glíma við það, sofa ekki nóg, sko. Ég er með hring, nei, ég er ekki með hring. Hvað, svefnhring? Já. Já, alvörunni? Gleymdi hann við morgun þegar ég kom sturtu. Já, hann er algjör snilld, elskan. Hann segir mér hvernig ég svaf, hversu lengi ég svaf, hversu mikinn djúpsvefn ég fekk og svona REM, svona Rapid Eye Movement hérna, þegar mér var að dreyma svona eitthvað að brjála að gera, hversu lengi ég var þannig og ég hef svona vaknað á nóttunni á þess að mun eftir því. Það er kannski bara vakandi í 20 mínútur. Guð minn góður. Bara í blackouti miðanótt og mér finnst þetta æðislegt. Hann segir mér, gefur mér líka hitastigið á líkamannum hjá mér. Ég tók eftir því þegar ég var kannski búin að drekka vín kvöldið áður og eða ef ég gúfi með mat rétt árin fyrir að sofa, þá er svefnin hjá mér mjög bara fátt upp, sko. Og ég vakna, ef ég er þunn, þá segir hringurinn minn mér að ég sé með hita. Guð minn góður. Já, þannig í rauninni þegar maður vaknar þunnur, þetta er svo tuðandi kall. Þá er ég bara lasin. Nei, hann teitir ekki, lætur mig ekki þetta. Ég þarf að tekka, sko. Já, þú ert að tekka, þú ert að spurja hann eins og róbot. Því ég veit að ég er búin að vera ekki að standa mig, þá tekka ég ekkert, sko. Ég borðaði heilt matarkekspakka í nótt, sko. Já, bara áður fyrir að sofa eða meðan var sofandi? Sko, bara meðan ég var sofandi. Ég segi að borðaði gegnum mig á nóttunni. Já, einmitt. Ég tek í ískápinn, bara pakka hann saman og kláran, ég kannast við það. En borða þú þá á morgnan og svona? Nei, ég er svona stundum ég að reyna það, því að mér líður betur inn í daginn, ég er miklu meiri orku, miklu fókusefari. Og svo fór ég að gera eitt, Sigga, ég veit að, og þeir út eftir að vera sjúkið þetta, ég fór að fara í kaldar morgunsturtur. Guð minn almátt, ég fer aldrei í sturtu. Nei, ég veit. Ég þarf að liggja, I'm the lying psychic. Ég þarf að liggja í baðinu. Já, nákvæmlega, já.
Ég er svo hrættum að detta því það er bað og svo sturta og hugsa ef ég dett þar, sko, finnst ekki. Nei, það er ekki skemmtilegt. Nei, ekki fara í sturtu. Já, þú ferð í kalda sturtu, en bara, já. Í bara, þú veist, kannski hálfa mínútu. Og svo ég fór í svona kuldaþjálfun. Já. Ég og maður minn gaf mér svolítið í afmælisgjöf núna síðast og við fórum í það saman. Kuldaþjálfun, hún finnst þú of heit. Ég er náttúrulega svolítið mikið heit. En þetta var geggjað og ég fann svo mikið mun á fókusnum mínum. Ég er náttúrulega með bullandi ADHD og allt þetta, en ég fungera með það. Það er kostur. Já, algjörlega. Kallar þetta örhugsun. Og ég er bara, þú veist, ég vill ekki endilega, ég vill alls ekki losna við það, minnst að gegja. Já. En suma daga kem ég engu í verka því ég hleyp bara frá A til B til B, frá B til C og A til G og allt þetta. En ef ég fer í kalda sturtu, þá er eins og ég svona aðeins, svona einhvern veginn, fókuserist. En hefur þú farið í sjósund? Já, ég vil ekki gera það. Það er á to-do-listanum mínum. Já, það er ekki svona 2 mínútur í kalda sturtu. Mér finnst það svo gott að ágreiða bara þar. Já. Taka bara 30 sekúndur bara, alveg ískalt og gusa yfir hausinn á mér og allt. Já. Ég get gert þetta, sko. Þú getur gert þetta, sko. Já, ég get gert þetta. Ég er búin að gera svona. Við getum gert það. Já. Þú ferð ekki með mér í sturtu, sko. Nei, í sjósund. Já, það er allir búin að vera að bjóða mér og svo átti ég núna að fara í einhverja skó og vera í vettlingum og mér fannst það svo ósmart. Það er enda mjög ósmart en það er rosa munur. Það sem að maður finnur mesta kuldan er náttúrulega á undir ilinni, það sem er þynnsta húðin og inn í höndunum og undir höndunum. En maður situr svona... Er það komið með fleiri svæði? Nei, ég ætla ekki að fara að spread your legs. Spread your legs. I never spread my legs in the cold. No, you don't. Nei, það eru, veist, ef maður fyrir í skó... Þetta er eitthvað maður sem sagði þetta örgulega frekar. Alveg pottið. Já. Alveg pottið. I spread my legs in the cold. Yes, of course you do. Spread them everywhere. Of course. Nei, en já, ég skil það að þér hafi verið boðið það. Já, og ég er með á to-do list eða á bucket lista. Já. Og ert þú með bucket lista? Já. Já. Komdu með eitthvað sem er merkilegt, svona, það er allt merkilegt. Sko, ég þarf að fara í Jakobstíginn, ganga hann, ég veit það, 6 vikur. Ertu eitthvað galið? Já. Þú getur farið hér landið miklu. Já, ég er að gera það líka, sko. Já. Ég fór í Lónsörafi núna í sumar. Jæja. Og allar er að reyna að fara vonandi til Ítalíu að ganga í Dólomítunum. Í ágúst. Mér finnst það svolítið töff að því ég hef ekki heyrt talað Dólomítana en allir er að röfla Jakobsveginn. Já, Jakobstíginn. Stíginn, ok. Hann er svo, Jakobsveginn, já. Hann er eitthvað, sko hann er svona innri ferð. Fólk er ofta að fara í strætó þarna líka og Nei, Jú. Þú getur hjólað eða labbað eða hlaupið. Já, nei og svo eru rútur sem pikka fólk upp. Ég er búin að hlusta á, sem pikka fólk upp eins og mig. Já, ég skil, ok. Sem að yrði dregin og eftirskil. Ég skil þig. Ég myndi bara, nei. Ég get dregið þig. Og auðvitað er það frábært fyrir þá sem að vil ekki gáta. Á ég að taka það með mér í hjólburu? Já, þú myndir nenna því, þú gætir það. Ég myndi örgulega nenna þig. Ég myndi hlæja svo mikið. Ég myndi hlæja líka svo mikið, sko. Sko, ég er með það. Mér langar að fara líka ég þarf að komast í grunnbúðir Everest. Grunnbúðir Everest. Já. Þýðir það að maður sé að labba á Everest ef maður er í grunnbúðum? Nei. Þá ertu bara komin í grunnbúðir, þú ert bara komin í að rótum fjallsins og horfir bara á hérna brjálæðingana, veist, fara upp. Hvað er þá? Eða bucket listanum að fara í grunnbúðir? Já. Og enn og aftur er þetta svona ákveðið, rólegt ferðalag. Þú ert á innra samtali og vonar allan tíman að þú fáir ekki háfjallaveiki svo þú þurfir ekki að þyrla að koma að sækja þig. En ef það gerist þá fer ég bara eitthvað jóga. Þetta vonar maður að þyrla að koma að sækja sig og maður þurfi ekki að rölda niður. Mögulega fæ ég bara háfjallaveiki því ég er komin upp. Auðvitað. En já, þannig að ég er með það á listanum. Allt svona allt sem þú ert að tala um er meira til að reyna að finna innri frið. Já, svona andlegt, svolítið svona þetta innra samtal. Já. Mér finnst svo gaman að takast á því sjálf á mig. Really? Já, af því að bullshitið í hausnum á mér, sko, það er náttúrulega enginn sem heldur aftur af mér nema ég. Já. Og þess vegna finnst mér svo geggjað að taka þetta samtal. Stundum því ég er að labba með fólki þá samkjafta ég ekki. Viltu reyna að taka þig svolítið niður og verða tré? Nei, alls ekki. Nei. Mér finnst bara svo gaman að tækla sjálf á mig. Já. Þegar mér langar að fara að setjast niður og fá mér snikkas og eitthvað, en allir hinn er að halda áfram og í staðan fyrir að fara í töðarann og eitthvað, og verða svona eitthvað að fara í fórnarlambagýrin, að þá finnst mér svo gaman að taka samtalið við mig og sko,
veist, og þá get ég haldið endalust áfram þannig að þegar hinum langar að setjast niður og fara í Snickers þá ég kannski bara ekkert til í það og þá sest ég einhvern veginn þú veist, þá bara sest ég að því að aðri settust bara, ég get alveg tilt með núna það alveg gaman, en ekki að því að ég var eitthvað getum við þetta svona þetta Þú kemur alltaf óvart finnst mér í lífinu trúlega sjálfur eða líka Já, það er kannski það en sjá hvað er spennandi að vera þú bara, það ekki á bucketlistanum þínum og svo bara gerist eitthvað rosalegt og þú ákveðið það á viku manstu þú seldir allt úr húsinu og fluttið til Síle Já, ég man það seldi mér einhverja, ég kaupi skeiðar og gafla og nýfa og svo kem ég heim og ég ringi heyrðu, þetta er 24 karata hérna gull, það er öllum sama þetta er örugglega eitthvað úr hérna hinni ættinni hérna, ég var gift einhverjum með eitthvað kærastanum þetta var bara hættað hérna þetta var ekki lengur einhvern veginn mér ætlað, þetta var svo þér ætlað ég man það bara því ég horfði á þetta var svona gull, svona fyrir ykkur með heimasitið, þetta var sem sagt hnífapör sem voru gullhúðuð og mér fannst þetta alltaf svo skrítið að borða með þessu og svo þorði ég ekki einhvern veginn að setja þetta í uppbótavélina því að þá myndi gulli fara af og þetta var einhvern veginn aldrei tilefni til að nota þetta og ég man ég horfði á þetta í skúfinu og sagði hverjum á ég að veist, hver gæti mögulega mætir þú og ég bara Sigríður ég með just the right Ég elska að koma eitthvað svona. Þú fékkst í hnén, sko, ég fékk í hnén. Ég var ekki búin að lesa þessu til glerugu til að sjá 24 karata. Já, ég var aldrei búin að sjá það. Það var bara fínt. Þetta var ætlað þér. Ég set allt í uppþvottavél. En þetta var ótrúleg hreinsun að fara í gegnum, sko. Já. Að selja allt einhvern veginn og fá upp í heldum svona bílskúrssölu heima hjá okkur og við áttum engan við vonaði að það kæmi eitthvað rosa margir en það troðfylltist húsið. En mér leið eftir það ég var bara Sko hann var að gráta, ég man alveg eftir þessu sko, það var einhverju stereogræður sem voru voðalega fínar og þú varst búin að lofa að gefa honum út í Síle og eitthvað, hann fengið rosa fínt og svona ég varst hafi staðið við það. Nei, en það er komið núna. Það er komið núna, sko, já. 10 ára setna fekk hann loksins hérna hátalarana og plötuspilarann og magnarann. Já, og auðvitað þurftur að bjóða upp á vínabur og styttur og svona. En sko, hann var ekki glað með það þegar að ég seldi hátalarann hans og plötusafnið. Já, þú þurftir svolítið að skrökva á honum. Nei, ég þurfti að tala hann til, og ég þurfti líka að tala sko Víðakári sonur minn okkar, hann er þarna hvað 10 ára eitthvað svo leiðis, hann er bara 10 ára og hann var alveg bara mamma nei, það er einhver kona komin í eldhús og sagði, samlokugrillið, er það líka? Og ég alveg, já, og hann bara, nei! Og hljóp til og tók samlokugrillið og hélt svona, horfður og svo hrættur á kona og hún alveg, og ég þurfti að tala svona til, við skulum kaupa samlokugrill þegar við komum til Chile. Og það var í rauninni það fyrsta sem við gerðum. Ég man eftir þessu. Það var að kaupa, við mættum til Chile eins og fáiðar sko með stráhatt í stuttbuxum og lýraból og tátiljum í apríl. Nema þá í apríl sko byrjaði að vetra. Við komum að hausti. Við föttuðum ekki að hinum meginn á hnettunum þá er sumarið þar sko mjólin. Og í júni og júli þar er bara hávetur. Sumarið þar eru mjólin. Já, nóvember til febrúar. Já, en hvað er langt að fljúga þarna? Það er kannski 10-12 tímar. Já, þetta er athygli vert að því að það er einu skipti sem ég hefði vilja strjúka hérna þessu yndislega landi. Já, þá bara ferðu þangað, sko. Já, þú þarf 2-3 flug, sko. Það er líka verið til Suður-Ameríku, það er eins þar, sko. Ástralía, það er eins þar. En já, þannig að þetta er sem sagt, þannig að fyrst sem við gerum þegar við komum til Chile var að kaupa samlokugrill fyrir Víðakára og sængur. Nei. Jú, svo við getum bara sofið og sokka og buxur og eitthvað svona. Þetta var alveg, við vorum bara með tróðfulla töskur af sumarfötum. Við vorum bara nánast með banana í eyrunum, við vorum svo asnaleg. En alltaf lagi, við lærðum mikið á þessu. En já, hann fekk samlokugrillið þessi elska. En þetta var rosa lærdómsríkt að gera þetta og en þetta er líka, þetta er svona típist og að því þú þekkir nú Halldór manni minn, sko, hann er orðina núna, það kemur hann ekkert óvart lengur, sko. En þarna var hann bara ok, og svo bara svona flautan með og var alltaf bara, ég var bara að moka, ég var svona eins og moldvarp að moka aftur fyrir mig, takast á verkið, já, ekkert máli, já, vantar í það og svo var ég bara gjössamlega búin, sko. Þú keyptir allt nýtt þarna út í Síle? Nei, við reyndar fórum við í hús sem að við
leigðum af argentínsku vinahjónum okkar sem voru arkitektar og við gerðum díl við þau, við fengum að búa frítt þar í hálft ár og borga hálfalegi í hálft ár gegn því að taka það og renovera það. Þannig að þá keyptum við alltaf svona mörkuðum, bara svona gamlar antikmöblur og hendum yfir það einhverju flottu flauelsefnum og soldið alla sigga kling. Þú ert of fjörlæf ef eitthvað er. Er þetta að vera of fjörlæf? Já, ég sagði þetta í svona kastljóstóni af því að manstu, að því þú hefur látið svo margt rætast. Þú opnaði svona kaupfélagsbúð. Já, Púkó og Smart. Púkó og Smart. Já, og þá varst það líka, þá langaði að gera svo mikið svona. Ég veit það. En það er svo gott að þú gerðir það. Já. Að opna og hugsa, nei, ég ætla ekki að láta búð eiga mig. Ertu ekki ánað yfir þessum mistökum sem er ekki mistök? Jú, algjörlega. Já, að gera hlutin. Já, þetta var sko eins og það að fara til Chile, þú veist, það var ekkert alveg eins og við ætluðum því, en ég segi stundum, ég spurði sko, okkur fór ég segi, við bara fundum dýrasta spænskunámskeið í heimi og fórum og veist, að þetta var náttúrulega frábær tími með fjölskyldunum og við vorum bara fjögur þjappaði ykkur saman bara við tvö og krakkarnir og það var bara pláss fyrir að einn væri óþalandi í einu. En talar þú þá reybrennandi spænsku núna? Alls ekki. Nei, komdu með nokkra setningar. Sko, ég kann eiginlega rosa lítið. Já. Nema því ég kannski búin að fá mér eins og 17 bjóra, þá er það alveg flúið. Þetta alveg, maður á að kaupa sér bara bjóra og þá er maður búin með þetta. Bjóri æð og þvaglegg og svo það er spænsku. Sko, ég kann, þú veist, svona, ég kann svona svara þegar ég verið svona samræðum, þá gæti ég verið svona, já, einmitt, nákvæmlega, sí, claro, sí, þetta er perfekt og eitthvað svona. En ég gat engan veginn verið ég sjálf verið málefnuleg og hvaðan að síður fyndin á spænsku nema bara nota andlitið á mér verið eitthvað svona og þá fór þeir að hlæja að ég gat ekki komið út mér einasta einni setningu sem skildist en ég skil spænsku en ég get bara ekki svarað þannig að ef þú myndir tala með spænsku þá myndi ég bara ég kann bara habla sí española maður kann alltaf allir una cerveza por favor jú, það er náttúrulega bara standard og ég get panta mér, þú veist ég get kannski panta mér aðeins meira og ég get spurt, þú veist, er þetta svona hinsegin og eitthvað svona og án þessa eða með auka svona og eitthvað svona þannig ég get það og ég get bablað við leigubílstjórana hvert ég að fara og hægri vinstri áfram upp og niður og eitthvað svona en þar Høyre, venstre og það er á spænsku? Sko, ég er að ískjerta og svo man ekki hvað heitir. Það skiptir ekki, maður fer bara ískjerta. Ískjerta, alltaf bara, til hægri. Já, vinstri. Það skiptir engum vali. En það er svo gaman að vitleysunni. Já, það er ógeðslega gaman að henni. Hvaða aðal vitleysur hefur þú gert í gegnum tíðina? Komdu með eina sem stendur upp úr. Vitleysu. Það náttúrulega er frækt í fjölskyldur minni því ég fór í útskriftarferð til Flórida fór í fallhlífastökk það var á bucketlistanum mínum og ég ætla aldrei að gera það aftur nei, það búið það var rosalega gaman og alveg fáránlegt adrenalinkast og og það sem ég man mest eftir var að hanga í loftinu sko. Stökkið, já, það er geggjað og svona, en þegar þú síðan togar í og fer upp þessi fallhlífin og þú hangir eins og mér leið svolítið eins og sjúmænja þegar er tekin og hann simbi og það er að sína ég hékk svona í einhverju beisli. Fannst þér að vera hrædd eða? Nei, ég bara hékk svona eins og rævill og horfði á heiminn. Bara, þarna er þetta land og þetta er fárlegt að vera þarna upp í einhverjum mörg þúsund fetum og hékk svona meiði mig hér og meiddi mig alveg sérstaklega í náranum og þessi niðurferð, þessi niðurgangur til jarðar nei, hann tók bara svona hálftíma. Ertu að djóka? Þannig að ég var orðin þessi slæm í náranum og bara og þetta er náttúrulega bara sjúklega fyndið, maður í einhverju svona belti. Þetta var á mínu bucketlista og ég fór líka í þetta. Ég gera heldur ekki aftur. Nei, en mér fannst þetta geggjað. Það tók ekki nema 3 mínútur að fara niður sko. Samt. Nú var það. Eða kannski 5. Já, en þegar maður hangir í þögninni, þú veist, bara og horfir á heiminn. Já, ég var svo hrædd við kallinn.
Okay. Hann var Dirty Harry, sko, ég var búin að prúta fallífastökkið. Ég skil. Ekki prúta fallífastökk. Nei, ekki Botox. Ekki prúta það. Nei. Fallífastökk, Botox, ok. Ég skal ekki prúta það. Hann sagði við mig, if you panic or grab me, I will drop you. Já, frábært. Og ég bara didn't grab him or panic. I was just... Nei, varst bara... Ég reyndi ekki andlir strátt. Vá. Þú veist. Ég skil þig, ok. Það er ekki góð skilabóða að fara með út í flugvél. Jú, þetta var góð tækni að því ég er svo lofthrædd. Já, ok. Þetta var mjög góð tækni til þess að ég hreyfði ekki legnilið og visti alls ekki að hreyfði mig neitt þarna ég skil. Í loftinu, bara beint niður takk. Já, ekki eitthvað Nei, ok. Nei. En þetta var magnaður anskoti, eins og maður myndi segja. En svo náttúrulega átti ég stór leik þegar maður er búin að fara í fallífastökk og er að Flórida og maður er bara ungur og brjálaður og fer inn í svona risastóra búð sem eru aldrei komið inn í áður og ég verslaði með raskatið í Target og ég keypti mér allt á ömmu mína og vassrúm. Nei. Jú. Til að flytja heim? Og ég flutti það heim. Já, þú gast ekki vatn úr því, ég náttúrulega hugsaði það ekki. Nei, það var bara svona dýna. En þú ættir að sjá andlitið af pappa mínum þegar hann kom að sækja mig til Keflavíkur og ég kom út og bara með ferratöskur, að sjálfsögðu, þú veist, 2 ferratöskur og vassrúm, tróðfullar og engar smá ferratöskur. Ég keypti mér alveg sérstaklega risastóra ferratöskur og þetta var alltaf bara pappi bara, ó guð, og þetta vassrúm það er ennþá verið að hlæja því. Það fór aldrei vassdropi í það. Nei. En það þurfti ég undir það eitthvað gríðarlegar undirstöður. Sko, ég hefði þurft að sofa í kjallaranum af því að bara burðarvirki í húsinu okkar hefði ekki þolað þetta vassrúm, það var svo stórt. En sjá hvað þetta er góð saga. Þetta er góð saga. Það er ótrúlega fyndið. Og pappi segir mjög oft svona, já, ég er að mín, bara góð skemmtun, en ekki kaupa vassrúm, bara. Þannig að já, þetta er eitt af því svona stúpid sem ég hef gert, en skemmtilegt. Sko, vá, það er svo, ég er með alveg margar sko. Það er svo minnistæðir. Hvað svona, já, það er rosa. En hefur þú skitið alveg upp á bak, upp á sviði, þá er ég meina skitið upp á bak? Nei. Ég er með svo mikla fullkomnar áráttu að kemur að því og sko... Hvað er fullkomnar áráttu? Það er að ég þarf að vera fullæfð og undirbúin og vita út í hvað ég er að fara. Ég læt ekki nappa mér eða nappa mig á sviði þannig að ég kunni ekki textan eitthvað, það bara redda ég mér, þú veist, og enginn tekur eftir því. Nei, ég man ekki eftir ég hafi kúkað upp að baka sviði. Þú hlýtur að hafa gert eitthvað svona skemmtileg mistök. Já, fullt af skemmtileg mistökum. Já, komdu með einn. En ég næ bara einhvern veginn að gera þau af góðum hlut. Mér finnst það svo skemmtilegt. Já, ég ger bara grína því eða eitthvað svona. Góð mistök og sviði. Ég er náttúrulega klæmst á textum alveg út í eitt, sko. Ég söng til dæmis einu sinni á jólatólingum hjá Frostrósum, þar sem allt að vera alveg bara 100%. Þá söng ég í lagi sem heitir Betleheimstjarnan, sem er ákvæmlega fallegt lag. Og ég og Margrét er vinkonum mín stendum í kirkjunni og hún syngur fyrsta erindið og svo tekið næsta erindið og þá var einhvern veginn lýs milda stjarna vegi jarðar barna eða vegi jarðar allar. Ég man ekki eins og núna hvort það var. Lýs milda stjarna vegi jarðar allar, barna, það er barna. Og ég stend þarna og svo myndi ég, einmitt, það er nákvæmlega eins og ég er núna, þá myndi ég ekki hvort það var barna eða allar, þannig ég söng Lísmilda stjarna, vegi jarðar ballar. og ég finna Margrét bara, og hún byrja bara að springur hlátur, stendur við hliðan á mér og ég sé bara á henni magan hristast, skilja, hún er samt bara svona í framan eins og hún sé bara svona eitthvað, gaman hér, en það bara alveg, og svo fyrir ég að sjá að það byrja að koma svona pínu tár og hún bara er að brjálast af hlátri og ég þurfti að passa mig og svo myndi ég, þá fikk ég blackout og ég myndi ekkert hvað kom á eftir og þá bullaði ég bara og ég man ekki hvað ég bullaði en ég reddaði mér þannig að enginn tók sérstaklega eftir því, fólk hefur kannski verið eitthvað á þetta að vera svona og ég var bara mjög sannfærandi, já þetta á að vera svona. Eina sem að ég hugsaði var ekki segja malt og appelsín herra
ekki segja malt og appelsín, það malt og appelsín einhvern veginn passar ekki í svona jólasálm. Nei. Veist, þannig ég bara... Þú sagðir það ekki. Nei, ég sagði það ekki. Þannig að já, heyrðu önnur, ég hef reynda sagt þessa sögu áður, en það var, þetta var eitthvað sem maður fáir vissu, þegar á því stóð, að þegar ég var að keppa í Eurovision 2010 í Oslo, og svona 2 tímum áður en ég fer á svið bara að syngja fyrir 200 milljón manns, þá misti ég tönn. Jésús minn. Það beiti bara svona skál með svona karmelum, einhverjum norskum gómsættum karmelum sem var alltaf inn á herbyggi hjá okkur, semst inn í mínum klefa, búningsklefanum. Og ég var búin að standast þetta í 2 vikur. Ekki fá þér karmelu hera. Ef þú færðir karmelu, þá brýtur tönn. Og ég bara, nei, svo ég eitthvað bara, fuck it, við erum komin áfram, ég þetta að fara að keppa í úrslitunum, þetta bara geggjað, what could go wrong? Bæ mér eina, bara, og bara misti bara hérna tönn, þannig að ef ég hefði verið að syngja og gapa svolítið, það hefði bara verið bara með rónabil. Þeir komin alltaf með þetta nossararnir til þín. Já, þetta er tryggs. Nossararnir, já. Vítist nossararnir. En ég var svo forsjál að ég var á... Varst með auka tönn? Nei, ég var með tannlæknirinn minn í salnum. Hún var mætt til að horfa á mig, hún er vinkona mín sem sagt. Já. Hún var mætt til að horfa á mig, en hún mátti ekki koma til mín. Jú, á endanum. Ég var með tannlímið aftur móti að því að hún sendi mér að heyra, þú ferð með tannlím. Ég bara, hvað? Jú, maður veit aldrei. Þannig að ég var með tannlím upp á herbergi, en ég var komin í höllina, en konan hans Valla, sport, umbásmæsumins, hún var ennþá upp á hóteli, þannig að hún fyrir í lobby, biður að komast inn í herbergi mitt sem var ekki auðvelt, en hún komst til að sækja tannlímið, að því að dívan var búin að brjóta tönn. Og svo náttúrulega má hún ekki koma baksviðs, alls Voðaleg ekki. flækja þetta. Þannig að ég þurfti að mæta sagt, alveg út að hliði í full kostjúm og þá var svona hálftími að ég átti að vera mætt upp á svið til að hitta hana til að taka við tannlíminu og til að hitta tannlækninn minn sem var komin alla leiður á áhorfendarsalnum, allan ringin í kringum, allan helvítis völlin, við erum ekki að tala um eitthvað lögatsvöllin, nei, við erum að tala um eitthvað huge ass, motherfucking arena, þessi. Og hún kemur og hittir mig og límir tönnina í mig sko bara yfir öryggisliðið af því að hún mátti ekki koma inn og ég mátti ekki fara út Nei. Jú, þetta var svona 2010 þannig að ég fá með nýlínda tönn upp á svið. Ég segi að þú sést nefnilega svo góð spákana, þú spáðir fyrir í hugunum að þú myndir brjóta tönn laðaðir að þér að tannlæknir þú sér, ég mun brjóta tönn ég mun brjóta tönn ok, that's it the genie says that's it, you know you get it Þú hefur sagt þetta ofta orður og álög, ég noti þetta mjög oft. Ég noti það mjög oft, sko. Já, þetta er rétt þess. Ég skrifa þetta. Og meiri segja að tannlæknirinn væri, sko, að hafa svona, þú bakka, þú eru laðað þetta alltaf þér. Já, ég skrifa þetta, handriti réði mannskapin og leikstýrði. Já, það er lífið. Takk fyrir það. Það er lífið. Já, það er þannig. Já, það er alls konar svona lítið og skemmtilegt sem að, litlar sögur til mér úr þessum heimi, sko, Eurovision heiminum. Þegar ég og Emilía komum til Hollands með 2 tróðfullar töskur, náttúrulega af dífu, dóti, hárspreyi, blásurum og hámhælum og augnárum og glimmeri og eitthvað vorum að fara að gera gegg og á móti okkur tók krútlegasta fjölskylda, þá hefur þau, þetta er svona Eurovision félög sem að halda þessa íventa og þau hefðu gefið sér fram til þess að sækja drottningun út af flugvöll og það bara geggjaði, þau voru bara sjálfboðaliðar. Þau sótt okkur á pínu litlum Suzuki svona Swift bíl eða Fiat Uno eða eitthvað pínlitlum þau voru öll mætt, þau öll 3 heyrðu við vorum 2 íslenskar drottningar með 2 risastóra ferðartöskur 20 kílóa og 2 risastórar handvarangustöskur og tölvutöskur veistu það, þetta er eins og fyndnasta bílferð sem í 2 tíma sátum við inn í þessum bíl af því við vorum alls ekkert í Amsterdam, við vorum í einhverjum litlum bæ eða litli borg aðeins lengra frá. Við sátum í 2 tíma. Ég satt með sko töskuna mína í fanginu og aftur í satt sem sagt fjölskyldan með eina af stóru töskunum okkar í fanginu. Og Emilía með þeim alveg og þetta var bara... Mér finnst þetta svo fyndið ég sé þetta bara sko hangat út úr rúðinni og gulur bíllinn svona áberandi skilur svona
klest alveg, þú veist að þetta hefði þurft að vera eða raðið á toppin og jólatré efst, skilur þetta var pínu þannig en við hugsaðum bara ok, note to self eftir þetta alltaf að doppult tjekka hver kemur að sækja okkur og á hvernig sko bifreið manstu þegar við vorum út í London manstu árin okkar út í London og hvað var gaman já, þú varst með mér að velja efni í já, ég var með þér í fína kjólin sem er nú ekki langt frá því nei, ég er í núna nei þessi fallegur já, mér finnst að konur eiga að vera með svolítið flegna já, þetta fer mér mjög vel mér finnst það velja, ég legg til að þið sem er eftir að koma í þennan hérna, þetta góða stúdíu hér fáið lánuð föt á drottningunni sjálfri því að þú, herra mín, hélst að þetta væri bara tal og ekki já, ég held að þetta væri talhólf já, hún kom bara, talhólf vissi ekki að þetta væri svona sjónvarshólf þetta er mjög flott að kalla þetta þú veist talhólf og eitthvað komið nýtt mér hlaðvarp svo leiðilegt það er svo óskiljanlegt það er svo bara hlaðvarp á hverju þurfum við alltaf að búa til eitthvað hlaða og varp okay, ég skil þetta ekki, ég skil þetta orð ekki er þetta ekki bara sjónvarpsþáttur sko hvað er þetta? Ég veit það ekki nei þetta ég veit ekki hvað þetta er já þú finnur út úr þessu þú ert svo góð með orða já ég ringi í hérna hann hérna hvað heitir hann dásanlega hérna á Rúf sem er alltaf hann hérna Bragi Valdimar já ég skal ringi hann við erum að finna út úr þessu saman já er hann að finna út íslensk já hann er mjög lunginn já Shakespeare hann bjóti fullt af enskum orðum já við megum þetta alveg hann gerði þetta líka Laxness sko hann bullaði bara steypu og ég gerir mjög mikið af þessu sko já en hérna já þannig ég skal fara í þetta já að því að ég sko vill helst ekki hafa þetta podcast nei og ég vil alls ekki hafa þetta hlaðvarp að því bara ég elska ekki orðið nei. og ég verð að elska orðið já einmitt svo við konurnar við komum þessu áfram já en hvað er þetta að spá í sambandi við framtíðina hvað er þetta að spá? Hvað er ég að spá? Sko ég er komin að þann einhvern veginn stað í lífinu mér er svo skemmtilegt að vera komin að þann stað í lífinu já að ég er orðin svona ég er farin að sækja meira í öryggi já Guð mig góður sem er sko en sko sem sér mér fyrir fjöri og skemmtun og gleði þannig að ég er farin að sækja í það að gera líf söngkonunar eða artistans skilurðu, er mjög oft ofsalega hlaðið óvissu og veist aldrei hvort þú kemst með hinum í ferðina. Nei, þetta er óvissuferð. Þetta er bara ein stór óvissuferð og það er kannski eins mikið og ég elska óvissuferðir og svona uppákomur og svona, ég elska það sko. En þá vil ég geta sagt, já, ég kem með í þessa óvissuferð. En þannig að ég er svolítið þar, ég er svolítið að fann að tryggja það að ég fara að ráða tíma mínum meira. Ertu fullorðin? Meinarðu orðin full? Já, ertu fullorðin eða það er rétt orð? Fullorðin? Fullorðin. Ertu fullorðin? Fullorðin af, nei, alls ekki. Vá, ég er alveg fullt eftir í það að vera. Nei, fullorðin minnst þú svo leiðilegt orð? Já, það er mjög skrítið. Fullorðin og svona og veit þetta allt einhvern veginn minnst það ægilega ljótt orð. Nei, ég veit ekki neitt sko. Þú ert ennþá krakkapakki? Já, ég veit ekki neitt sko. Já, en ertu að meina öryggi bara peningalega séð? Já, og bara tímalega séð og að ég geti notið þess að vera með fólkinu mínu og vinunum mínum og bara ráða meira yfir tímanum mínum. Kannski vera meira tímastjórnandi. Það er náttúrulega brjála verkefni að takast á við það að reyna að stjórna tímanum. Það er rosalegt sko. Þannig að já. Manstu þegar við gátum hringt í klukkuna? Já. Já, og hún gat vakið okkur. Klukkan er, já. Mér finnst það bara yndislegt. Það var magnað. Já. Það var magnað. En hérna, er þetta ekki kannski svolítið með konur, með ábyrðina og öryggið í alvörunni, að þær þora ekki að hleypa fram að sér beislinu, að því að húsið á mannskjuna eða bíllinn á mannskjuna eða allar þessu afborgarna. Ég er ekki þar sko. Nei. Ég er alls ekki þar. Þessi hlutir er að vinna fyrir mig sko. Já. Og ég er einmitt ekki, mér finnst ég núna, veist, ég er ekki Hver er að hringja dag svo mig? Ég held að ég var búin að setja á silent en þetta var bara félagið minn. Já, hvað vil hann segja eitthvað? Nei, ég skellti bara á hana. Já, gott. Þetta var ekki stelpa.
Nei, þetta var ekki stelpa, það vilti að svara, sko. Já, en ég er ekkert, ég er ekki hrædd við það að hérna, þú veist, alls ekki. Og mér líður einmitt eins og ég, hérna, þú veist, nú er frelsið að koma, ég vil bara geta notið þess, sko. Ég vil einmitt ekki vera hrædd þegar frelsið kemur. Mér finnst þú alltaf hafa verið til fyrirmyndar, mannskja. Þakka þér fyrir. Ég menna, sko, þó þú sétt náttúrulega 50 árum yngri ég, sko. En ég er, sko. Þá bara, sko, bara fasið þitt og hvað þú ert húmorísk. Mér finnst það vanta svolítið að því þú varst nú að spá í að gera kannski podcast, hamingjukastið, að því þú ert svo hryllilega fyndin og of mörgum hæfilegum gætt eiginlega, það hefur ekki verið dreift nógu mikið þannig í kringum að því þú ert í rútsmerkjun þannig 2009. Já. Þú ert svo fljóta að vippa hlutum yfir og náttúrulega selur húsið eins og eldurinn. Já. Brennir þau. Mér finnst rosalega gaman í fasteignasölunni. Það er svo mikið nærandi við það að því að það bæðir þetta hjálpsemis elementið í mér fær fullnægju. Ég er fólkafíkill, sko. Já, elska fólk. Fólkafíkill. Ég ætla að nota þetta. Ég er fólkafíkill. Ég er algjör fólkafíkill. Þannig ég elska það að fá, ég fæ fullnægið svolítið þar. Ég fæ að hitta alls konar fólk. Já. Og svo er ég náttúrulega fasteignafíkill, sko. Og eiginlega bara fasteignaperri, sko. Já, fasteignaperri. Já. Hvernig haga fasteignaperra sér? Bara ég get ekki á mér setið að kíkja og ef ég kemur heimsótt til fólks þá verð ég að fá að taka rúndin, sko, kíkja og aðeins að sparki dekkin og svona, þú veist, svona þetta er eins og bílaperrarnir, sko. Já. En er ekki allir, eða svona 30% af þjóðinni finnst mér svona síðustu 2-3 árin farið út í það að læra fasteigna viðskipti? Nei. Alls ekki. Fasteignasalar að segja mér þetta, er það bara kannski þeirra tilfinninga því að þeim er ekki að ganga nógu vel? Það er kannski bara, það er svona eins og þegar ég heyrði mjög oft, sko, þegar ég var að kenna söngin og var að opna skólan minn einhvern tímann fyrir, ég veit ekki, 15 pluss ánum síðan, þá var sko sagt, ekki kenna allt of mörgum að syngja, að það er ótti, það er afkomi ótti, ég er alveg samanlega. Við að það komi of margir inn í þinn bransa og þú veist, þetta er taki af þér bítan þetta er nefnilega ekki vera og margar spákonur, þú veist, einmitt því þá fæ ég ekki nóg marga brauðmóla. Þetta er frábært hjá þér vegna þess að þetta er óttinn og þá þegar þetta byrja að spretta upp kannski fasteignasölur og þeir sem að hafa ekki fasteignaperran í sér þeir munu líklega hætta bara þeir sem hafa óttan, afkomi óttan í sér þeir munu að klárlega leita eitthvað annað það sem er kannski meiri öryggi afkomi, eðlilega. En þú ert hjá Remax, eða ekki? Já, ég sá, mér varst sko rauðaskilti ferði og að Já, það er minn litur. Já, var það ekki þess vegna? Jú, þess vegna. Það var mjög skemmtilegt, það er akkurat ár síðan að ég var semst í fasteignasölu Reykjavíkur, ég er búin að vera þar alveg frá ég byrjaði í þessu. En það voru tröppur upp þangað, sko? Já, en ég er á sama stað, sko. Nú? Já, Remax kom bara til mín. Er það? Svona ertu bæði með tannlæknir, Remax, allt sem þú vilt. Og þetta var líka þá náður í manniðinn. Það var mjög gott, sko. Já, þú bara reiknaðir út og laðaði til þín kallinn. Já, ég skrifaði bara með hvernig það ætti að vera. Já, og fékkst það bara. Já, og það var sem betur fyrir einhver kallan úti sem var með svipaðan lista hvernig konan ætti að vera og það var greinilega ég, sko. Já, og ég hitti systur hans einhvern tímann og þar voru svo skemmtilegar og hressar. Já. Og þess vegna hugsaði hann er komin heim bara að vera með heru sinni. Já, ég græddi sko 7 systkini. Já. Þegar ég kynnist Halldóri. Ríkala skemmtilega stelpur. Og það var svo fyndið að því ég var með 1 atriði á listanum mínu, ég var með svona 10 atriða lista yfir hvernig maðurinn minn á að vera. Og hann á að vera badgóður og hann á að vera í góðu tengslu við fjölskylduna sína. Þannig að þegar ég spurði hann af því, hvernig áttu systkini? Og þá var ég svona að vona að kemi, 1, 2, 3 og þessi spurning, ertu í góðu sambandi við þau? Af því að ég nenni ekki drama og nenni ekki eitthvað svona. Og þá kom bara, ég er yngstur af 8 og ég bara, þetta var svona, gjörðu svo vel þeirra. Voru ekki 7 stelpur? Nei, 5 stelpur og 3 strákar. Já, ég heiti stelpunar. Já, og það eru æðislegar, þannig ég græddi þarna bara, 5 systur á einu bretti. Já. Hann eldist við kalliðin, sko, hann er búin að vera alveg í
kannski hjá þér. Hann er svolítið, hann er sveita gaur. Hann var í formalíni fyrir austan, sko. Já, hann var í formalíni. Ég duglega að bera á sílikon. Já, þú berða á sílikon og svona. En hann eldist vel, þess elska. Já. Hann má eiga það, sko. Hann eldist ekkert, sko, mér finnst hann yngja, sko, þegar ég hitt hann í ammælinu daginn með þér. Já. Og þá var hann með, mér held ég, við varum skegg og í lópapeysu og gallabuxum, ég sagði að því hann er svolítið svona virkar virðulegur og þú hérna út allt eins og ég. Já. Og það býr í honum kúreki, sko. Já. Hann er bestur þarna. Hann fór líka að læra, hann fór að læra skófræðingin, skórektuna, Já, skófræðingin, ég hugsaði að maður bara búið til skó og ég var svo spennt fyrir þessu. Þegar hann sagði við mig fyrst, ég var svona að fara í skófræði, ég bara, Já, klart. Og hugsaði næst spurning, ertu gay? Já. En ég bara sagði, er allt að gerast hérna? Skófræðingin. Já, þá maður þarf að segja skófræðingin. Já. Þannig að hann, og þegar hann er komin í skófræðingin, þannig að þegar hann er í þar, þá er hann alveg í elementinu sínu og það er rosa gaman að sjá hann þar. Ég vil ekki mikið skó hérna á Íslandi, viltu gera svolítið að segja hann að Já, því að ég vil hafa berrasa landið og ef hann fyrir að fara að planta of mikið skó, þá vil ég frekar að hann fari bara í skó. Hann mun ekkert, hann verði bara, hann ætla ekki mögulega að gera. Getur hann ekki á skóar högst? Hann hefði kannski að gera 3 klossa. Já, hann getur gert það þess að elska. Hann getur allt. En hann er alveg elementin sínum þar. Þið eru svolítið yin og yang. Við erum mjög mikið yin og yang. Ég segi, fólk er ofta að leita að mannesku sem er nákvæmlega eins og maður sjálfur er. Já, nei, það er stormist. Það er bara svoleiðis oft á tíðum. Það er alveg nóg fyrir mig að díla við mig, sko. Já. Hérninni. Já. Ég þyrfti nú líka að díla við mig, sko. Já, en fólk er oft, vill fá svoleiðis mynd, en þetta er, og fólk, hann er svo ólíkur mér, ég get ekki verið með honum eða henni og hún á þessu og svona. En yingið og jangið, það vinnur svo miklu betur saman. Því nákvæmlega þú vilt fá einhvern sem er alveg eins og þú, þá getur bara verið einn. Já, sko, yin og yang er bara eins og salt og pipar. Akkúrat. Þetta er bara það er salt og pipar. Já, þetta bara fer saman. Já. Það er alveg þannig og við erum bara blessunulega. Já. En ég man alveg, ég var pínu svona, og við rættum þetta alveg, sko, þegar við erum svona að kynnast í svona, erum við ekki ólík og þá sagði hann mitt, jú, sem betur fer, ég myndi vera alveg, ég get ekki búið með sjálfur mér bara, veist. Já, sagði þú. Hann. Sagði hann? Já. Hann var alveg þar, sko. Já, því að mér finnst það svo rólegur og Páll rólegur, gæti alveg búið með sjálfur. Nei, honum fannst hann bara leiðilegur, sko. Hann er bara of rólegur til að, veist, nei, hann var ekki að leita því, sko. Já, hann var að leita einhverju svona. Já, hann var að leita þér. Hann var að leita mér. Hvernig er þetta lag? Já, þú náðir í hann, það hefði enginn, það þurft að sækja hann. Já, ég það þarf að sækja þessa menn, konur. Ég segi við konur, sækið þessa menn. Já, algjörlega. Þú veist að menn er bara í tölvunum muni getur að ringja og þá verður þið brjálaðar og svona. Það er bara náið það og bjóðið þeim heim í salat og. Svo bara þarf að tala bara. Ég bauð honum reyndar í ég bauð honum í hvað var það? Blokkfisk frá 3 frökkum með bernesósu yfir. Og rúbrauði. Já, en svo fórum við á Humarhúsið og Nei, við þú veist, þetta snýst að vita hvað aðkvæmar er að leita. Já, þú varst með 10 atriði, þarna varst búin að tala sem sagt áður við fórum aðeins út af brautinni. Já, að vera svona í tengslum við fólkið. Já, ég vildi bara, ég var búin að finna það út að ég var sannfærð það að það myndi passa mér best að vera sem sagt með eiga mann sem væri ég er búin að segja badgóður og í góðum tengslum við fjölskylduna sína, í góðu sambandi við áfengi og vímuefni, í góðu sambandi við peninga og svona, kunna á skattaskýrsluna og svona. Þetta er svolítið skrítið hvernig þú telur þetta upp, í góðu sambandi við peninga, þess að með á nóga peningum og í góðu sambandi við áfengi og fíknefnin en ekki mikið í því. Nei, bara þú veist kannski fæ sér aðeins og veistu, bara hefur stjórn á þessu. Ég bara spá í hvað alheimsvitundin hún oft tekur þegar maður setur eitthvað svona út og lætur hún þá snýr hún því við. Já, nei, það var kannski að því ég sagði ekki, ég vil ekki hans í svona og ekki hans í svona, og ég held að einhver kona sem ég kannast við sem situr hérna mótið mér, hafa einmitt kent mér það á sínum. Já. Gæti verið. Manstu ekki þegar ég fekk pappa þegar ég var búin að óska mér að
fá mann sem elskaði mig skilyrðislaust innan 2 mánaða kom pappi minn, nýr pappi með myndir í vasanum upp á veggjum skilyrðislaust nei, en svo var ég með líka hérna nátt að vera menningarlega þengjandi og svolítið svona til í að hérna tuskið svona hvað heitir það hérna tegjalegur, sveigjanlegur nei, bara, þú veist lifandi til ég að koma að ferðast með mér ég ekki segja hérna bara já, prófum það, gerum það og sem hann hefur gert sko. Hann segir alveg nei, þú veist það? Já. Nei, jú. Eins og hvenær? Bara mjög komdu með það var á tímabili þannig þegar við vorum út í Chile að hérna Viðar Kári sonur okkar sem mikill húmoristi hann sagði sko þegar hann var farin að segja við hann mamma, getur við keypt sushi því að hann vildi náttúrulega prófa allt sko, hann svona forvitin líka og var skemmtilegu krakki og Halldór sagði alltaf nei áður hann að spurði af hverju eða byrju hvernig ertu svangur það bara kom nei því þarna var hann allt í hennum farin að sjá það að við þyrftum að spara svolítið því við varum komin nýja slóðir og eitthvað og við spændum upp náttúrulega hérna seðlunum og þá var litla kvikindi ferði að segja sko líta svona mig og svona glotta og segja svo Halldór, getur keypt sushi og leið og Halldór sagði nei þá sagði Viðar Kári nei með honum, ég eitthvað með honum og ég náttúrulega sprakk úr hlátri mest að mjög fyndi og þetta sagði hann ekki nei við þig, ég er að meina það hann minna ekki jú, hann segir nei, eins og hvað jú, bara ef ég kom með eitthvað fáránlega hugmynd ég náttúrulega fæði svona 17 hugmyndir á dag já og hérna en ef þú ætlar að gera hana, er þá hans nei að duga? Hann segir nú yfirleitt ekki hann svona segir ekki neitt við þeim sem á honum þessir hugmyndur er ekkert svo vitlaus en mjög nokkrar er bara nei og þá byrjar hann að spyrja mig og hvað, hvernig, af hverju veist, og þá þarf ég að svara því og þá finn ég, nei en þú samt ræður flestu í sambandinu? Nei hverju ræður hann? Hann náttúrulega stjórnar sko hann í rauninni hann heldur í fæturnar á mér sko já, hann heldur í og þú ert Mary Poppins með allt í töskunni algjörlega heldur þessi munur að hanga á fótunum á Mary Poppins hver vill það ekki líta upp undir pilsið og vera með töskuna með öll í þess vegna er hann að kvarti við ég er hann svolítið draktarkelling sko þess vegna er hann að kvarti við já það sko nú er ég fara að vera meira í kjólum mér finnst það er að vera í kjólum þú er svo mikið dífa, ég alvöru dífa ég tek svona kost þá er ég náttúrulega fulla skáp af kjólum þá tek ég svona í kjól á hverjum degi tímabil hashtag kjól kjól í dag kjól í öllum veðrum ég með það líka stundum kjól í öllum veðrum jú, nei, hann stjórnar fullt ég er að grínast þú stjórnar öllu, ég veit þetta ég er að grínast ég miðstjórna já, þú ert miðstjórnandi þú ert jafnaðarmaður og samfylkingi já, nei ég er bara að stríða þér ska minn, hann er bara, þú ert Mary Poppins og hann er bara sko þú veist að halda þig niðri já, hann þarf að halda mig niðri ekki bókstaflega þannig nei en málið er hann gæti stjórnað ekki segja hann það og hann má aldrei horfa á þetta hann gæti stjórnað meiru ef hann myndi vilja ég man ég sagði við hann þegar við erum að byrja saman nei kannski vill hann ekki en ég sagði við hann ekki láta mig stjórnallu af því ég er bara á gömlum vana stjórna já, mér finnst það svo þægilegt þegar þú stjórnar já, en þú getur líka verið rosalega meðvirk ég hef séð þig alveg rosalega meðvirkningýr alveg bara breytast ég bara, já, alveg brjálast þú veist, ég veit ekki hver þetta er nei, og svo yfir í já, það er fólkafíkillin í mér sko að hérna ég er rosalega næm á aðstæður já að stíga ekki yfir þessu kameljón sko já, að fara ekki við mörkin hjá fólki sko þannig að ég nutta alveg mörkunum að reyna að færa línuna en því ég finna ég komin út á ystunu þá bakka ég og þá segi ég við aðra sem eru veist, líka ég bara nei nú verðum við að hætta sko þú hefur séð mig að gera það ég hef eitthvað sendir svip já Sigríður. Nei, ég hefur ekki tekið eftir ef við verið einhvers stað skilur nei af því þá hef ég verið út allt og ég ekki tekið eftir sko, hvað svona jú, mann eftir núna leiðu lítið, ég fekk einu sinni svona svip það var bara í þetta eina skipti ef að þú ættir ef að þú getur gefið okkur eitthvað
gott ráð, eða svona, ég elska setningar. Já, ég líka. Eitthvað sem hefur haft áhrif á mig, svona einhver setning. Já. Bara þetta reddast, það er setning. Ég elska það. Já. Ég get sko alveg gefið einu mínum uppáhaldssetningum sem ég dýrka á dái og nota rosalega oft og ég held að leiði ég segja hana þá mynd þú fatta okkur ég elska hana af því að það er setningin, hún er frá Goethe hinnum þýska heimspekingi og ljóðaskáldi hann sagði until there is commitment there is hesitancy the will to draw back always ineffectiveness og þetta þýðir basically að hika sem að tapa Já, mér er svo gaman þegar fólk segir mér þetta því ég hugsaði Guð minn almáttugur, þetta var á þungt fyrir mig. Já, en þetta beinþýðing er bara að hika er sama að tapa, finnst mér vera þú. Þar til þú ert búin að skuldbinda þig, ertu að hika. Já. Og, sem sagt, og ég elska sko það sem að í þessari setningu, until there is commitment, there is hesitancy, þetta hik, the will to draw back, sem sagt viljinn til að stíga tilbaka viljinn, mér finnst það svo hræðilegt vil ég hika? Nei, ég vil alls ekki hika, ég vil bara gera eða gera ekki og þegar ég ákvað að gera þetta að mínu alveg það bara, ef ég er inn, þá er ég all in ef ég er ekki inn, þá er ég bara all out Mér finnst þetta svo miklu betra frá þér og á að vera í orðabók If you're not in, you're not in and if you're out, you're all out það er bara þetta og það er bara eiginlega, er það ekki lokaorðin okkar? Jú Ég elska þetta Ég elska það líka og ég elska þig Ég elska þig líka Takk fyrir að bjóða mér Takk fyrir og verið þið bless